Þá komið að fyrsta kaflanum í bókinni Kraftur og hreyfing, en fyrsti kaflinn fjallar rannsóknir á kröftum og hreyfingu. En við förum nokkuð hratt í gegnum þennan kafla. Fyrsti hlutinn fjallar hvað eru vísindi og það rætt fram og tilbaka. En það sem ég legg höfuð áherslu á hér það sem kallað vísindaleg aðferð. Það að segja, sú aðferð sem notuð þegar menn framkvæma einhvers konar vísindalega rannsóknir, þá þarf að gera það alltaf eftir sömu vinnureglunum vegna þess að ef maður framkvæmir vísindalegar rannsóknir þá þarf að vera hægt að endurtaka þær. Það algjört lykilatriði. Það þarf alltaf að ganga þannig frá gögnunum að einhver annar geti endurtekið tilraunina eða rannsóknina nákvæmlega eins til þess að sannfæra hvort þær niðurstöðurnar séu réttar. Og þegar maður byrjar, þá þarf maður að byrja á að skilgreina ráðgátuna. Hvað það nákvæmlega sem ég ætla að fara að rannsaka? Við getum skilgreint hana mjög vítt eða mjög þröngt, en við þurfum að skilgreina, því að ef við vitum ekki hvað við erum að fara að rannsaka, þá lendum við fljótlega í vandræðum. Við leitum upplýsinga, við viljum gjarnan vita hvort einhverjir aðrir hafa framkvæmt þessa rannsókn sem við erum að spája að framkvæma. Við viljum geta þá lesið okkur til hvað þeir hafa komist að. Þó einhver annar hafi rannsakað hlutin, það þýðir ekki að við hættum við, en það hefur áhrif á hvernig við skilgreinum ráðgátuna okkar. Við setjum fram tilgátu. Tilgáta í raun og veru líkleg lausn á ráðgátunni sem við ætlum að rannsaka. Svo framkvæmum við tilraun. Við skráum hvað gerist, skoðum svo gögnin og setjum fram niðurstöður þar sem við annarkvort hrekjum eða staðfestum tilgátuna sem við settum fram. Metrakerfið það kerfið sem við notum í vísindum. Þetta kerfið sem grundvallast á tölunni 10. Það þýðir að við hvert bil, við bætum alltaf við einum tölustafi viðbót þegar talan hækkar 10-falt. Þetta bara eins og talnakerfið okkar virkar. Fyrstu tölustafinir eru frá 0 upp í 9. 10. tölustafinu þá bætist við auka tölustafir hér fyrir framan og svo 10 sinnum meira þá eru komin upp í 100. Þetta að skoða þetta svolítið betur. Þetta kallað SI-kerfið sem bara það mælikerfi sem notað í vísindum. Það eru nokkrar grunneiningar í þessu. Ég ætla að byrja hérna á metra. Metri hefur lengi verið grunneining lengdar í SI-kerfinu, í metrakerfinu. Það ekkert öll lönd sem nota metrakerfi, það eru sum lönd sem nota aðrar einingar eins og fet sem sína grunneiningu. En vísindamenn allstaðar í heiminum, alveg sama í hvað landið þeir búa, þeir nota metra sem grunneiningu. Því annars væri svo erfitt að bera saman rannsóknir frá mismunandi löndum. Lengi vel þá var stöng í Frakklandi, þið sjáum mynd af þessari stöng hér, sem skilgreindi nákvæmlega hvern metri var langur. Því menn voru í vandræði með hvernig átt að skilgreina það og þá var bara ein stöng sem var málið. Svo komu menn með aðrar stengur og mátuðar við þessa og skáru á þannig að stöngi þeirra var nákvæmlega jafnlöng, fóru með hana heim og gátu þannig selt öðrum nákvæmlega hvað var 1 metri. Síðan var metri skilgreindur sem 1/10.000 af fjarlægðinni frá norðurpólnum að miðbaug, en í dag þetta skilgreint út frá sveiflutíðni frumeinda. Þetta er mjög nákvæmt í dag. Hiti, grunneining hita kelvingráður, ekki Celsiusgráður eða Fahrenheit. Kelvingráður kvarði sem án mínustána, sem mikilvægt í útreikningum. Rúmmál, það rúmmetri. Rúmmál meter sinnum meter sinnum meter. Það sem sagt grunnlína sinnum breidd sinnum hæð. Tími, það sekúnda. Massi, þið eru kannski vön að tala þyngd, en í eðlisfræði þá þýðir þyngd annað en massi. Og kílógramm eða gramm, það sem sagt grunneining massa. Eðlismassi svo hvað tiltekin rúmmálseining af ákveðinu efni þung. Hver massin réttar að sagt. Við skoðum það betur síðar. Vísindamenn nota ýmiss konar tæki
Sumir nota vogir eða viktar, ég sagt hvað þetta er kallað. Hér er gamaldags skálavog, svo svona tölvuvog sem er nýlegri. Laser, þá er þetta að nota ýmislegt til þess að skera, til þess að mæla. Það er þetta að senda skilaboð, geisladiskar til dæmis vinna út frá laser. Það er þetta að ákvarða stefnu, til dæmis í öllum húsbyggingum og vegamælingum og öðru, þá eru notaðir laserar til þess að senda skilaboð á milli tækja til þess að mæla beina línu og svo framvegis. En laser er ekkert annað en ljós. Þetta er bara ljósgeisli sem er búið að safna saman og eftir því sem það er stærri ljósgeisli sem er safnað saman í minni ljósgeisla, þeim er orkumeiri er hann og hugsanlega fær að skera hluti. Frumeindaklukka er svo klukka sem er gríðarlega nákvæm. Hún notar sveiflutíðni ákveðinna frumeinda, cesium til dæmis. Og þetta er klukka sem er notuð í vísindum. Við höfum ekkert með svona nákvæma klukku að gera svona dagstaglega. Inn á rannsóknarstofum, náttúrufræðistofan er stundum rannsóknarstofa þegar við gerum framkvæmum verklegar tilraunir og þá þurfum við að fylgja ákveðnum reglum og það sem skiptir höfuðmáli er að fara öllum fyrirmælum. Skiptir það engu máli hvort það eru fyrirmæli frá kennara eða eftir þeim verkseðli eða í bókinni sem við erum að nota hverju sinni og að fara varlega. En þá er þessum hluta lokið.